Góðan dag. Í þessum ætla ég að fjalla prentefni sem heitir PLA Silk frá fyrirtæki sem heitir Vinkul. Ég keypti þetta í Elko til að prófa og prenta út nokkra hluti sem ég ætla að sýna ykkur. Þannig að kíkjum aðeins á það. Þetta prentefni kemur á svona kíló spólum og keypti þetta í Elko eins og segi. Það er svona silk efni sem glansar mjög mikið. Það er skemmtilegur litur á því og glans áferð. Þannig að spólan lítur svona út. Við kíkjum á nokkuð prent sem ég gerði. Hérna er einn Bensi og hann kom ágætlega út, lítur bara þokkalega vel út, glansandi og fínn. Og ekkert vesen í prentuninni, kom bara mjög vel út hérna og verður líka og hérna lítur bara ljómandi vel út. Þannig að ekkert undir þessum göru kvarta. Svo prentaði ég svona overhangtest. Það lakaðist niður hérna í 70 gráðunum, þannig að efsta hlutanum. Þannig að það er kannski brentast aðeins og heitt hjá mér. Ég reyna að nota einhvern profil sem virkar en þessi er kannski aðeins og heitur. Það er hugsanlega hægt að tjúna þetta eitthvað til, en annars ekkert vesen hérna 60 og neðar. Þannig að það. Svo er hérna þessi gaur hérna sem ég prenta alltaf, hann kom bara ágætlega út. Ég prenta hann til að sjá stringing issue og það er eiginlega ekkert stringing hérna að sjá. Það lítur bara ljómandi vel út hérna á milli. Það sést yfirleitt alltaf ef það er eitthvað stringing vesen og prentefni. Og hann lítur bara mjög vel út hérna aftan líka, bara mjög sléttur og fínn og hérna mjög góður sko. Svo hérna Makercoin sem ég gerði, hann lítur bara vel út og þetta er bara slétt og fínt og ekkert vesen. Svo hérna þessi kísi, hann kom bara vel út líka, bara sléttur og fínn og ekkert issue, þannig að hann er bara skemmtilegur og góður og hérna kom vel út. Svo hérna Sir Layer Salot, hann kom líka bara vel út. Smá kattahár hérna á hann núna, þetta er ekki stringi hérna á milli, en það er alltaf kattahár í öllu hérna hjá mér. En hann eins og segið, hann kom bara vel út og þið sjáu hvernig hann glansar hérna vel ljómandi fínt. Þannig að þetta gekk bara vel. Svo prontaði ég þennan gaur hérna, man ekki hvað hann heitir, en hann kom líka bara vel út. Ég prentaði með support hérna undir, það er svona smá nutt hérna neðst undir supportinu, en það er kannski eitthvað að stilla það, en annars var þetta ekkert stórkostlega bílað. Og líka hérna undir augunum, það var hérna support hérna líka. Þannig að þetta gekk annars bara ágætlega að fjarlæga supportinu úr þessu efni og silkfilament eru ekki með mikið viðloðun í milli brentlínuna, þannig að það var lítið mál að taka supportinu í burtu. Þannig að hann kom annars bara ágætlega út. En kíkjum aðeins á mælingar sem ég gerði og byrjum þetta saman aðeins við önnur prentefni. Svo hérna í þessari mælingu þá er þetta hérna lengst til vinstri, Green PLA Silk og silkfilament eru þannig að það er ekki mikið viðloðun í milli brentlína. Þannig að hann skorar lægra en annað prentefni hérna, en ekki samt jafn lélega eins og Polyalchemy prentefni sem ég á hérna, mjög gamalt prentefni. Og þannig að það er eitthvað sem er áberandi fyrir silkfilament, þau haldast ekki neitt rosalega vel saman eftir prentlínum. En annars hérna, er þessi bláu prenta flatt og þar kemur þetta svona ágætlega út og betra en Polyalchemy filamentið en svona töluvert lélegra samt en önnur efni hérna, þannig að þetta er ekki neitt áberandi sérstakt við þetta filament. Er erfitt að prenta þetta fyrir eitthvað svona mekaniska hluti sem þurfa eitthvað höggþol. Kannski erfitt að mæla með þessu filamenti upp á styrkin að gera. Það er ekki eðli PLA Silk filamenta að vera mjög sterk, en þau líta vel út. Við kíkjum hérna eins á höggþolið. Þá er hann hérna númer 2 í rauðinni og hann kom bara ágætlega út hérna með flattprentið sem er hérna 15 en áberandi lélegt eins og hérna liggjandi upprétt filamentið prentað með PLA Silk, það hangir illa saman. Þannig að þau þessi 2 hérna fremstu eru áberandi léleg og það er bara eðli svona prentefna. En hvað var það sem var prenta flatt, þá kom þetta bara ljómandi vel út og var bara næst hæðsta hérna í þessum prófunum sem ég er búinn að gera.
Þannig að þetta leit bara vel út hvað það var þar. Þannig að þetta prentefni svona frekar upp á útliti að gera en einhverja functional parta. Ég myndi aldrei nota þetta í einhver bracket eða eitthvað slíkt hjá mér sko. En þetta kom vel út bara hvernig það leit út og auðvelt að prenta með því og auðvelt að fjarlægja support. Þannig að í einhverja svona fígúrur og svoleiðis þá þetta heldur bara ljómandi fínt efni. Gekk vel að prenta, ekkert vesen á því. Þannig það með þetta efni. Þannig að ég þakka bara fyrir mig og vonandi sjá ykkur aftur síðar. Takk fyrir mig.